alltaf því að ég segist alltaf ekki hafa neitt að fela. Já, það er akkurat manneskjuna sem við viljum fá, sem hafa ekkert að fela. Það Viktor Traustason, Já. forsetaframbjóðandi. Velkomin. Hvað sé kallinn? Kæra þakkir. Erum við í loftinu núna? Við erum í loftinu núna, já, við erum byrjað að rekka maður. Þegar ég set svona aðeins krippu í bakið, þá veitum við að við erum on. Ég var að pæla hvort það ættum ekki að byrja bara á kostendum þáttarins svo að það sé bara komið. Við erum alltaf með fitnesssport sem eru búin að vera með okkur frá upphafi. Það er Siljadit, hefur verið á Hydroxycut einhvern tímann? Nei. Þú verður ekki þurft að því að halda? Við vorum að ræða Hydroxycut hardcore, þetta er eitthvað alvöru dæmi, sko. Sko, Hydroxycut, það er búið að vera bara í mörg ár, sko, og það hefur aldrei dott út. En það er líka bara besta brennsluefni sem er í boði, sko. Ég var að næla mér í dunk, 50% afsláttum með konun góðustrákar, kíki í búðina líka, stemningin þar getur verið rugluð, sko. Akkurat. Það er alveg málið, og Siljadit, ég byrjar að taka þetta, Siljadit, á mótnana. Það er viðbjóðslegt bragð, gjörsamlega viðbjóðslegt og eru upp í manni í svona 10 mínútur. Er þetta farin að vakna með hann blí stífan eða? Já, það er eitthvað að gerast. Það er eitthvað að gerast, já, með við hvað hann hefur verið dauður undanfarið, sko. Þannig ég mæli með þessu, þetta er líka 7-8. Já. Það er bara svolítið Waterclouds Beauty barinn. 7-8, ok. Það hljóma vel alltaf mjög vel. Veit ekki af hverju. Nei, það hljóma vel. Waterclouds Beauty barinn. Það er hérna Beer Tonic sem ég nota alltaf, ég var með svínsbusta sko, úr svínshárum sko, tók það í gegnum feldin alveg, það gerir skeggið bara mjúkt og eins og nýtt. Já, og skrítið að nota svona svínsbusta. Það er eitthvað töffið það sko. Þannig kikið á beauty barina, líkur Waterclouds vörur, ég nota Beer Tonic. Já, svo er Fannaróli okkar maður að klippa á klipparnum. Hann er fallegu drengurinn. Eða áttu dýr, Viktor? Ekkert sem er skráð á mitt nafn. Nei, en ertu umkringdur einhverju dýri? Já, köttur og 2 hundar. Já. Sérst, þau dýr sem að sofa upp í hjá mér og finnst það ekkert mál. Já, það. Já, ertu svona gaur sem er bara með, sko, bara svona 18 dýr upp í rúmi og líður best þannig? Nei, það er alltaf bara 1 í einu. 1 í einu? 1 í einu, já. Já, ok. Og er þetta sanngjarnlega skipt? Það er bara þeirra vandamál, held ég. Já. Þetta bara það. Já. En það er eigandýr. Það er ekki afbrýðið sem í gangi. Jú, örugglega. Já, örugglega. Eigandýr er með okkur. Það er sportsmannsbræðfóðrið. Og Ægrúm, sjampóin. Já, og harnaringin. Það er bara að sína... Fyrir flækjuhundana sem eru síðhærðir. Þá losar þetta flækjur. Já. Virkar líka fyrir... Flækjuhundar, það er bara svona götuhundar. Já. Það þarf að þrífa þá líka. En bara sína dýrinu virðingu. Já, ég elska dalmatíuhunda. Já, það eru gekkið. Já, þetta er loðboltið dagsins. Já. Man ekki hvað hann heitir, en ég kalla hann Bessi. Já, hann er gekkið. Hann er alveg eins og Bessi í Hvolpasveitinni. Hundurinn Bessi. Já, klöfaborður. Það eru til í eitt svona, dalmatíu. Jú, virka flottir. Já, það ekki. Þið líta út eins og hundar og ég fíla hundar sem að líta út eins og hundar. Já, það er reyndar skoða punktur. Þannig þú ert ekki fyrir enska bólabíta? Ég var aldrei áttan ekki. Nei. Maður byrjar örgulega að elska það leið að maður fær eitthvað í hendunar. Já, ég held hann að blá sko. Þeir slefa vel sko. Já, það er örgulega minna skemmtilegt. Herru, hvernig sefur þú? Sefur þú vel eða? Já, ég svaf áður í nótt. Já, sástu vel í nótt? Já, ákveðlega. Ég sé vel út að ég nota Rósipid. Já. Það er fótapyrringur hjá mér ef ég nota þetta ekki, hann verður rosalega. Ég stend á fell með orðunum að mér finnst þetta gott á bragði. Ég fekk mér þetta áður en ég lagðist. Það er bara mjög, bara hasslegt að segja það. Já, já, það getur vel verið, en ég stend með þeim árum. Já, þetta er nefnilega alls ekki gott á bragðið, en virknin er góð. Rósipid.is, 15% afslátt með konu góðu strákar. Og svo er það bara EM í sumar, það er geitin, sportbar. Það er hérna tökum við þar. Bjór, burger og guggur. Jú, það er bara svoleiðis. Herðu, Viktor. Við vorum að fá hérna, ég var að lesa hérna á Vísi að það er mótmæli í gangi. Þið forsetaframbjóðendur eru að mótmæla að sé hvað, fara eftir skoðanakönnunum eitthvað svoleiðis. Já, RÚV ætlar að, fyrir síðustu kappræðurnar, ætlar að skipta hópnum í tvent, eins og stöð 2 gerði, miða við, hvað þið segir með síðustu skoðanakönnun sem verður birt frá Gallup, sem er þá daginn áður eða samdægurs, og í dag eða á morgun. Ólíkt stöð 2 á heimildinni þá að því að þetta er ríkisfjölmiðl þá verða að bjóða öllum en þeir ætla að búa til svona aðalþátt og svona aukaþátt og skipta honum þá eftir einhverju skoðanakönnun frekar en að skipta með hvaða öðrum hætti sem það getur dottið í hug eins og bara kasta teining. Býtu, ok, er þess að helmingurinn, er það þá sem eru kannski ofarlega á lista í, segjum eins og Stuðlum? Já, sko, það náttúrulega er ekki listi til, það eru bara 2 formlega dagsetningar, það er þegar að framboð eru staðfest og svo eru kosningar
það er í rauninni ekkert þarna á milli í sko lagakerfinu. Það eru allir með jafnmikla óvissu þannig séð. Hins vegar ætla þeir að fylgja niðurstöðum skoðanakönnunar sem kemur frá Gallup sem að er í fyrsta lagi ekki framleitt til þess að taka svona ákvörðun og hingað til hefur sko innan við oft helmingur fólks verið að svara í skoðanakönnunum sem er valið í hópinn, þannig að það er ekki slembiúrtak af því að það er nánast ekki hægt að ná alvöru slembiúrtaki í raun og veru og nota það sem forsendu til að segja að þetta muni spá fyrir úrslit kosningana og já, við erum öll búin að mótmælaði nema eitt frambjóðandi sem að Hver er svo sá frambjóðandi? Er það Katrín Jakobs eða? Ég sá það allan að byrt hjá Steinunni Ólínu að það sé komið staðfesting á því að hún ætli ekki að mótmæla en allir aðri frambjóðandur eru ósáttið með þetta fyrirkomulag. Þannig það er 11 á móti 1. Er það rétt eða? Já, kannski gætu við skipt upp þættinum þannig. Það getur líka verið áhugavert. Nei, ég er að tala um mótmæli. Það eru 11 búin að mótmæla. Já, þetta er ekki 11 á móti 1. Þetta eru 11 á móti RÚV og eitt sem að segir ég ætla ekki að efast ákvörðunartöku sem er tekin hjá RÚV. Viljið þið vera öll á sama tíma bara í sama þættinum eða hvernig viljið hafa þetta? Það var einu uppústunga sem fannst að virka fínt síðast en samkvæmt einhverju öryggiseftirliti að þá mæltuði með því að það væri hægt að skipta hópnum upp til þess að allir fái betri umfjöllun af einhverjum ástæðum og ef að svo ákvörðun er tekin þá þarf ekkit endilega að gera það miðað við skoðanakannanir. Það er bara nógu mikið af vandamálum í kringu það að vera að byggja allt á skoðanakönnunum sem eru framkvæmdar af einkafyrirtækjum. Sumir hafa gefið í skyn að það séu meira að segja hagsmunatengsl á milli þeirra sem eiga skoðanakönnunum fyrirtækin og ákveðna frambjóðanda. Ef að skoðanakönnunum fyrirtækin eru líka í þeim bransa að spá fyrir kosningar, þá getur vel verið að skoðanafyrirtækin sjálf vilji stýra úrslitunum af því að það kemur sér ekki vel fyrir þau ef að kosningar eru síðan öðruvísi heldur en að skoðanakannanir gáðu til kynna og síðan er það eitt líka sem er notað mikið í tölfræði sem heitir innri breytur að þegar þú ert að spá fyrir eitthvað þá má sú breyta ekki vera ein af þeim sem þú ert að nota til að útskýra það sem þú ætlar að útskýra og ég held að þessi allir á því að ein skoðanakönnun getur haft áhrif á útkomu næstu skoðanakönnunar sérstaklega þegar að fjölmiðlar byrja að tala og aðrir í staðin fyrir að nefna fólk á nafn og þú veist viti menn eru fjölmiðlar ekki núna byrjar að birta fréttir þar sem er sagt kjósendur vita minnst Eirík, Viktor og Helgu sem er líka helmingurinn á hópnum sem að þeir eru síðan alltaf að útiloka frá umfjöllun þannig að þau rauninni eru viðurkenna hversu mikið þau hafa áhrif á þetta sjálf og nota þau áhrif sem ástæði fyrir því að halda áfram að beita þessum áhrifum sem að þetta er bara hringa rökvillisa frá upphafi til enda. Er þetta ekki bara orðið spilling eða? Getum litið á svoleiðis eða? Ég held að til þess að geta kallað eitthvað spillingu þá þarftu að segja að sé eitthvað meðvitað þarna á bakvið og að sé einhver ásetningur og ef ég væri að fara að halda því fram þá er ég örugglega komin á mörk þess að vera fórnarlambi einhverju meiðiramáli þannig ég ætla ekki að fara svo langt en ef að þú vilt kalla þetta spillingu þá bara Guð velkomin mín vegna. Já, skilji. En mér langaði að spyrja af hverju varstu ekki með nóga atkvæði fyrst þarna? Ef það kom einhver fíaskó? Já, þau sögðu að þetta væri tæknilegt atriði að sem sagt lög sem að kosningalög sem að gilda ekki forsetakosningar að þau segja til að alþingis- og sveitarstjórnarkosningar þegar safna á meðmælalista fyrir flokka í slíkum kosningum að þá þurfi heimilisfang með og svo er einhver reglugerð frá ráðherra sem að segir að það skal nota sama fyrirkomulag í þessum kosningum og er í forsetakosningunum. Það er mjög erfitt að finna þetta meiri segja lögfróðir menn sem ég að tala við átti í erfileikum með að grafa keðjuna hvaðan þetta kemur og þetta var ekki neinum leiðbeiningum sem þeir gáðu út opinberlega þannig að ég held að við höfum sagt að þetta væri brot á upplýsingaskyldu megin hófi jafnræðisreglu og mögulega á stjórnarskrá úrskurðurinn hjá úrskurðarnefnd dómsmála var sá að þetta væri allavega brot á jafnræðisreglu sem að ég hef ekki fengið sama frest og aðrir til að annarkvort laga listana mína eða safna upp á undirskriftum ef það vantaði þannig að leiði að ég fekk sumu 23 tíma á aðrir til þess að fara yfir listana og laga þá gæti ég skilað þeim aftur. Já, ok. Mér
mér langar svo að vita eins og þegar kappsviðræðuna voru hvernig þessu stemningin þarna? Er þetta allir í sínu hotni eða eru það að spjalla og allir voru líka glað eða? Ég hugsa að þetta væri örugglega öðruvísi ef það væri bara 4-5 frambjóðendur eins og það var þegar ég var krakki. Það var bara í fyrsta lagi átti ég erfitt með að rata inn í húsinu, það var enginn sem fylgdi manni inn. Nei, ég finna þetta. Já, ég og félagarnir sem ég kalla kosningastjóra og fjölmiðla fulltrúa sem var bara til að koma inn í húsið. Já, við byrjum að tínast í útvarpshúsinu og það voru ekki það marga mínútur í þetta og svo svo mikið af fólki þarna já, maður bara svona stendur til hliðar og finnur sér kaffibolla og býður eftir að vera liturinn í sal. Já. Og svo þegar útsendingin byrjuð þá stemningin meira, mér finnst það bara svona alltaf drefleðilegt. Já, það ekki? Ég veit að standa þarna í 2 tíma, ég veit ekki hvernig stóðu grafkjur allan tíman, eða sjá upptökur, ég alltaf svona á yði og hreyfa kálfana og ég hugsaði, ég er ekki að fara heim og leggjast með tættar upp í loft, ég er ekki að fara á röltið á eftir, ég er ekki að fara að standa hérna og stirna. Akkurat. Og hlusta á 11 manneskjur tala í hringi, ekki svara spurningum og ég er bara farin að tekna myndir og eitthvað með hann. Já. En af hverju fór svona lítið fyrir eins og fyrst? Það var eins og enginn tók eitthvað eftir og allt í nú varst þú bara komið með síðan atkvæðin sem þurfti. Var það af því að þú fékkst ekki sömu umfjöllun eða var það eitthvað annað? Já, það var svo sem viljandi að minni hálfu út af því að frá því ég tók þess ákvörðum fyrst að byrja að safna undirskriftum og byrjaði það ferli sem var á bilinu 2. til 5. janúar að þá fór maður að sjá svona yfirlýsingar frá fólki, svona ég tilkynni forsetaframboð og svona þessi er núna komin í forsetaframboð og ég skildi regluna þannig að það er engin forsetaframbjóðandi fyrir að skila 1500 undirskriftum. Þannig ég var aldrei að gefa út neinar yfirlýsingar, fyrstulega því að mér fannst það dálítið kjánalegt að ég myndi komið rosa stór orð og síðan ekki ná undirskriftunum og að því að, og mér fannst það bara frekar hallærislegt að vera að tala svona stórt sjálfan sig og vera ekki búin að tryggja undirskriftina sínar. Þannig ég heiti bara næstu 4 mánuðum í því að safna undirskriftunum og það var ekki eftir að fyrir að ég var búin að skila þeim inn og síðan fá listan tilbaka og skila þeim aftur og svo fá staðfest að ég væri í framboði sem ég byrjaði að kalla mig formlega forsendaframbjóðanda. Sko, ég hef heyrt frá mörgum og lesi bara komment og eitthvað svona og þú ert svona, lef mér að segja að viðkunnanlegasti aðilinn að inni sem er svona kannski mest mannlega manneskjan. Það er orðað þetta þokkalega. Allir aðrir tala í hringi eða svona tala bara pólitík og eitthvað svona og þú vilt bara, ég fæ mig bara ís og eitthvað og tala bara hreint út eins og sért manneskja á meðan hinnir eru kannski að tala niður eða til eitthvað svona og mér langar bara að spyrja getur verið að helmingurinn þarna inni þar að meðal þú séu þarna ekki af alvöru ástæðu heldur til að fá þetta á the resume ferilskrána að vera í forsetaframboði Er það eitthvað sem maður getur sett á fyrirskrá? Ég veit það ekki, sko, ég sá þetta bara á netinu. Já. Þetta er bara svona eitthvað svona vótt, svona, hann var í forsetaframboði og... Þú meinar, það er kannski góð hugmynd. Það ekki? Já, ég kannski noti þetta. Já. Sko, það var allan ekki mitt markmið. Nei. Og ég held að það sé orðið frekar augljóst að maður sé ekki að reyna að græða á þessu, því að ég er búin að afþakka alla styrki. Já. Og það var einn sælgætisframleiðandi sem hafði samband við mig í fyrradag og sagði að það væri svo agalega gott að narta á sælgætinu þeirra þegar maður er í kosningabaráttu. Já. Og hvort að ég vildi ekki koma og sækja til þeirra glaðning. Já. Ég sést alltaf að færa mig glaðning eins og ég þyrfti að koma að sækja hann. Já. En þannig að ég hugsaði hverjir hafa gott að því að borða nammi. Ég held að Samhjálp sé ekki einhverja kaffistofu einhvers staðar. Já. En ég hringdi bara í þau og sagði, vil ég ókipis nammi? Og þeir bara, já, geggjað. Og svo hringdi sælgætisframleiðandur og sagði, merki kassa mig bara Samhjálp og það kemur einhverju að sækja þetta. Þú ætla það vel gert með það. Þetta fíla ég. Ég er ánægð með þetta. Það sko, kona mín er nefnilega búin að segja þið verðið að fá Viktor. Herðu. Já, mér var líka bent á ykkur. Ég já, finna vinsalir og... Nú, já. Gott orða á okkur. Ég sem held að enginn myndir hlustað að horfa á okkur. Það er vist bara þannig, sko. Gaman að heyra. Það er líka með hlustundur okkar, sko. Við erum, sko, þeir eru jafnt ruglegar og við. Og við erum kannski ekkert búin að vera full on í svona kosningaumfjölluninni. En þú varst að segja að þú ert hagfræðingur, eða? Þegar mér langar bara svolítið að kynnast þér aðeins betur. Ég segi alltaf að ég megi kalla með það löglega.
Já. og rétti svo að vera forsetaframbjóðandi. Já. Ég má kalla mig það löglega. Hvað er hagfræði? Ángríns. Þetta er örugglega svona heimsklega spurning sem við spurt, en við erum bara ekki vissir. Já, ég held að ég verið líka eitt svona 3 árum í hagfræði í að einmitt reyna átt að með því hvaða er nákvæmlega sem að læra. Ok, það lætum við líka aðeins betur. Jarðfræði er dálítið augljósara hugtak, sko. Akkurat. Upprunalega kemur held ég orðið úr grísku og er meira svona eins og heimilisbókald. Þessi ökonómía er, hvernig þú rekur bú. Já. En í grunninn svona í dag þá er þetta fræðin á bakvið það hvernig framleiðsla og dreifing á vörum á sér stað í mannlegu samfélagi. Ok. Langanir og þarfir fólks annars vegar og síðan framleiðslu geta okkar hins vegar hversu mikið verður til og hvernig dreifist að milli fólks og af hverju er það búið til. Þetta hljómar var boring. Já. En fannst þetta skemmtilegt? Mjög veist áhugavert, en mér veist líka flest allar fræðigreinar áhugaverðar. Já, nákvæmlega. Byrju, ertu, sko, að því þau erum alast upp á svona, þá ertu annarkvort South Park eða Simpson kall. Hvor varst þú? Simpsons áður en að South Park byrjaði og South Park eftir það. Þetta er, sko, þetta segir nefnilega svo mikið um manneskinu, sko. Byrjaði í 3. seríu. Í 3. seríu? Er það ekki búið með fyrstu 2 þá, eða? Nei, ég byrjaði að horfa á South Park í 3. seríu. Það voru komnar fyrsta og önnur þegar maður heyrir eldra frænda sinn tala um þetta og segja, svo mátt þú ekki horfa á þetta. Þá náttúrulega er maður klálega að fara að horfa á þetta og þetta verður uppáhaldstátturinn bara. Ég man alltaf, sko, ég var að horfa á South Park bíómyndina því ég var kannski, ég manni hvort ég var 10 ára eða eitthvað og það kemur þarna klitoris eitthvað svona, og ég spurði bróður minn og svona texti á sig, ég segi, hvað því snýpur? Þannig að spurði mömmu hérna og ég fór að spurði mömmu, hvað er snýpur? Þetta er bara að segja svolítið mikið, sko. Sem er akkurat það sem er að gerast í þessu atviki í myndinni. Já. Þetta er helviti. Ég heldur að vita alveg hvað ég voru að gera. Já, henn gera það alveg, sko. Heldur þú, til dæmis, að verði svona þið 11 sem vinnið ekki að þið munu halda kannski reunion einu svona ári, fara í bústað, ringi Sigga Hlu, rifið upp góða tíma í frambúðinu? Gæti verið einhver tíman einhverjir hittist, ég varst að séu, þá er ég aðalega að hugsa um okkur 6 sem að þau kallaða meistaradeildina, mjög skemmtilega að kalla okkur útlagana. Þarna, þú veist, það er búin að myndast ákveðin hópur þar, en ég efast um að það sé að smala saman 11 jafn uppteknum einstaklingum eða 10 jafn uppteknum einstaklingum og svo mér í eitthvað svona partí til að segja, hei munið þið vorum öll að gera sitt hvort hlutin hérna fyrir nokkur mánuð síðan. Nákvæmlega. En heldur þú verður eins og Ástór ef þú verður ekki valinn og mæti bara aftur og aftur þar til þú verður valinn? Ég hugsa að ég fekk á tilfinninguna ef að sama hver vinnur ef þau stela stefnumálunum mínum þá er ég í rauninni búin að vinna. Ég þarf ekki að verða forseti sjálfur ef að hugmyndin dreifist það mikið við samfélagið að krafan verður gerð á komandi forseta að fylgja þessum hlutum. Sem sagt að leyfa ráðherrum ekki að komast upp með hvað sem er, að hafa skýr mörk á því hvenær þú ætlar að setja hluti í þjóðaratkvæðagreiðslu og hvenær ekki og passa upp á það að atkvæðum sé ekki hendi í ruslið í alþingiskosningum. Ef að komandi forseti sér sóma sinni í því að taka ábyrgð á þessum hlutum, þá í rauninni er mér sama hvaða nafn er efst þegar dreigir upp úr kössunum. En hvað finnst þér til dæmis? Því það er mikil orðrómur fólk sem segir, herri, ég ætla að kjósa þennan en þá er ég að kasta atkvæðinu mínu þannig ég verða að kjósa þennan svo Katrín vinn ekki eða eitthvað svoleiðis. Eitthvað svona plönum, eitthvað svona ámaður að horfa á þetta taktíst eða ámaður að fara inn í klefan og hlusta á hjarta sitt. Ég hef alltaf sagt að sko þú átt ekki að gera eitt eða neitt, en ég get alveg komið mína sjón á þetta. Alltaf í fyrsta lagi, ef það ætti að vera taktíst að kjósa með einhverjum, þá er það að standa sig hörmulega. Það er alltaf, ætti fyrir löngu einhver að vera búin að draga sig tilbaka og bara tilnefna mig í staðinn. Þannig að ef að það er markmiðið þeirra, þá er það alls ekki að standa sig. Þau eru alltaf mikið að kjósa sitt uppáhalds næstversta frekar en versta, en þau eru öll með mismunandi uppáhalds næstversta möguleika. En það er mér finnst það bæði sko óheiðarlegt og
nánast í bara ljótt hvernig sumir stjórnmálafræðingar hafa sagt að menn sé að einmitt sóa atkvæðinu sínu með því að fylgja ekki skoðanakönnunum og kjósa bara einn af þeim sem að aðrir segjast ætla að kjósa. Þeir fá sitt atkvæði, ég fæ mitt atkvæði og ég ætla að nota mitt atkvæði bara nákvæmlega sem mér sýnist, kemur honum ekkert við. Nei. Og í fyrsta lagi þá eins og til dæmis, ég tala bara um þig, atkvæðið þitt mjög ólíklega að fara að ráða úrslitum. Ég get nánast í lofa því að sama hvað þú kýst, þú ert ekki að fara að breyta því hver lokatalningin nema eina tölu. Mögulega 2 ef þú tekur frá þessum og yfir á hinn. Já. Þannig að þegar maður lítur á það þannig, þá finnst mér það heiðarlegra og skemmtilegra sjálfum að þú veist, jafnvel þótt að það sé einhver sem ósigur stránglegur, að mér finnst samt þægilegra að atkvæði mitt hafi farið þangað og það sé þá í tölunum, þú veist, þetta var eitthvað sem að fólk vildi í staðin fyrir að einhver annar fái 10% í viðbót sem að annarkvort vinnur að tapa en fólk vildi hvað sem ekkert mikið frekar sko. Þannig að það bara þannig sem ég kýs, ég segi við fólk kjósi bara nákvæmlega eins og ykkur sýnist á sama hvað ástæðu sem að ykkur finnst best, veist, þetta ykkar atkvæði, ég fæ mitt, hinn fá sitt og bara go nuts. Mikilvægt að nýta sinn kosningarétt? Ekkert sérstaklega eins og ég segi. Þetta með þess að þekkt dæmi í hagfræðinni sem sko af hverju kýs fólk. Þetta svo órökrétt hegðun og það þarf alltaf að búa til einhverja svona samfélagslega pressu og kannski mögulega trúalegar ástæður og þú þetta einmitt að trúa á einhver svona borgaralegar skildur og þetta þarf að svona snerta sjálfsáliti hjá fólki að því að svona rökrétt séð af hverju ættir og þá örugglega sérstaklega verið að tala Bandaríkin þar sem þau standa í biðröð í kringum húsalengjuna og eyða heilum laugadegi í þetta eða, veist, að því að já, það ekki eða hvað þetta á þriðjudegi, manna ekki svo þurfum við að taka sko frídag í vinnunni og eitthvað, en það bara engin ástæði til þess að mæta þar að kjósa fyrir þetta eina atkvæði sem þú veist að ekki að fara að ráða úrslitum. Akkurat. Þannig að nei, í rauninni það ekki mikilvægt, ég gera það hins vegar því að mér finnst það bara gaman og þetta hluti af því og maður hefur það svona bak við eyrað, já ef við gerum þetta bara öll en þú veist, ég náttúrulega ekki að hugsa fyrir alla. Nei. Veist, mikilvægt að allir hugsi svona? Já, mögulega. Mikilvægt að þú hugsi svona? Nei, ekki í þínu einstaka tilviki. Ef það yfir 10 manna röð á snífið, finnst ekki tími í það? Finnst þér vanta eins og bara meiri heiðarleika í stjórnmál og forsetakosningarnar og allt þetta dæmi bara? Ég allan ákvað að bjóða mig fram að því að mjög vanta það sem ég hef upp á að bjóða sama hvað það ég held að það vanti greinilega ekki út af því að þeir sem eru óheiðarlegir, þeir mælast efst þannig að mögulega það bara það sem fólk vill þetta eru lúaleg triks af því að þau virka að það alveg galið þannig séð að það virki sko. Já, eins og ég sagði aðna í upphafið, ég aldrei að fara að sjá andlitið mitt á strætóskýlum og þú veist, þeir sem eru efst í öllu skoðanakönnunum eru með andlitið á strætóskýlum sem að segja manni ekki neitt margir sem að, já, herru, við viljum fá að kynnast þér betur, hver maðurinn á bakvið, hver Viktor og ég hugsa, þú veist haldið þið þekki Jóngnar bara því að horfðu á Fossbræður. Akkurat. Haldið þið þekki Katrínu bara því að við séð henni í fréttaviðtölum. Ég hugsa meira og meira þess að ég sé eins og viðtölu við aðra frambjóðendur, mér veist ég rauninni þekkja þau minna. Já. Þú veist, maður hugsa bara, já, vá, þetta æft. Þú veist alveg hvað þú ert að segja, þú ert að reyna að tipla í kringu hlutina. Já. Þetta svo því ég hef skoðað sko, svör frá Höllurhund og ég hugsaði, gæla AI. Það bara að við Íslandi verðum bara að saminast og einhver svona og ég bara svona, ég megi ekki svona sko. Ég sá einhver stóra netuna, hún verið Dale Carnegie í gegn. Já, góð líking. Þarna, ég hef aldrei farið á þenni námskeið og áður en að ég mitt fór í kappræðunar, þá voru margir sem sögðu mig, já, þú ert að fá svona PR-training og þú ert að fá svona media-training og ég bara, takk en nei takk. Bara, jú, þú verður og ég bara, það allir aðrir að því, þú veist, mögulega sést bara kontrast á mér og öðrum og ég held að það bara ekki farið milli mála. Ég virði þetta. Já, þetta bara svo Hallarhund þegar hún spurði eitthvað með Vigdís Finnbogadóttir þá sagði þegar ég var ung kona eitthvað. Já, hún var ekki fædd. Hún var ekki fædd, sko. Jú, hún örugglega verið fædd því hún eldri en ég. Ég ólst upp með Vigdísi sem forseta og ég man eftir
kappræðunum 96. Hún fættist einhverjum 9 mánuðum eftir að við Já, þetta var eitthvað en hún sagðist muna Já, í fyrsta skipti, en hún var síðan forseti í, 12-16 ár. Já, ok Þetta var eitthvað Snorri Másson var eitthvað að ræða þetta þegar hún var í frambóðu eða eitthvað hún hafi verið bara Það er mjög að spyrja, eins og skoðanakannanir þekkir þú okkur sem hefur tekið þátt í skoðanakannanum? Nei, En þú? ég reyndar ekkert verið að spyrja marga sko Nei Já, eins og allir mis ég tók einu sinni þátt í skoðanakönnun því ég var svona 20 og hugsaði þetta er ekki þess virði og ég hef ekki svarað þeim síðan. Vinur minn, hann var líka tekinn út úr svona úrtaki og beðin að taka þátt hjá Gallup og ég held að hann hefði tekið einu sinni þátt í skoðanakönnun fyrir einhverjum mörgum árum síðan og hugsaði þetta er rugl og skráði sig út úr hópnum. Þannig að já, eina fólki sem að svara hjá Gallup er mjög sérstök típa af fólki, ef fólk vil meina að ég sé sérstakur, að þá er það mjög sérstök típa af fólki sem að svona, finnst gaman að taka þátt í skoðanakönnun og er í rauninni að gefa einkafyrirtæki ókeypis sko sinn tíma og athygli og upplýsingar frítt bara til að fá að vera með mögulega til þess að hugsa nú kemur mín skoðun fram í skoðanakönnun það er bara fólk sem hugsa þannig sem er rauninni að mælast í skoðanakönnun Ef þú ert ekki búin að taka það af Gallup-listanum ertu þá ekki rosalega einmanna það ekki? Ég hugsa það sko þegar ég fekk símtal frá Gallup áður fyrr þá bara ítti ég á rauðatakarnins fljótt og gæt sko ég vildi ekkert með þetta hafa sko Nei, þetta er mjög sérstakt sko Ég heyrði einhvern tímann að Berlusconi hann tapaði hver einustu skoðanakönnun í Ítalíu allt sitt valdatíðanbil fólk sem kýs Berlusconi að það svarar ekki skoðanakönnunum og jafnvel tekur ekki upp tólið á sunnudögum Akkurát, það er bara máli Herri, mér langar að spyrja aðeins áður höldum áfram Ég er með svona lið sem heitir Hvor er þreyttara en ég gefði 2 valmöguleika og þú segir hvor er þreyttari Ok, hvor er þreyttara forsetaframboð eða eldgosið? Forsetaframboð Það ekki, er ekki orðið svolítið þreytt? Það var þreytt áður en að sko frambúð voru formlega staðfest ég fann það bara síðustu viku 2 áður en þegar ég var að safna það var bara, nei, er ekki komið nóg að þeim það er engin staðfestur ennþá þetta er bara komið nóg, þetta er bara skrýpaleikur í Reykjavík þetta er bara eitthvað leikrit og ég sagði, ef þetta var eitthvað leikrit þá var náttúrulega fullt af leikurum í frambúði Er þetta ekki búið að vera svolítið eitt skrýpaleikur eða? Þetta hefur áhugavert ég sagði einni einhver svona e-mail viðtali sem ég fekk að eitthvað sem hefur komið þér á óvart og þá sagði ég já, hvað þetta er jafn yfirborðskennt á bakvið tjöldin og þetta er í mynd Já, það er alveg svolítið Já, hvað orðaði það þannig Já En eldgósi er líka orðið þreið sko Það versta er sko að því forsetakosninga er að ljúka það ljúka núna bara helgina ekki Ég er ekki viss um að eldgósi sé orðið þreytt Nei, það er að segja Mögulega er það bara rétt að byrja Já, það er sem er að þreytta við það sko Já, ef þetta er þreyttur núna 4 ár sko Já, kröflu eldar voru 10 Já. Þannig að ef þú ert þreyttur núna, nei Já, það er að segja ég var svona að bíða, ok, hvað tekur við svo eftir forsetakosningun? Það lítur að koma eitthvað skemmtileg umræða, eitthvað svona Nei, þetta er rétt að byrja Þú sagði mig góðan brandara áðan Ég skelli ló Hvað var það? Hann sagði, eru grindvíkingar með gósningarétt? Hann heldur góð En ég ber virðingu fyrir Grindavík Það er að næða sem Herðu, stýrisvextir eða gaurar með tagl? Hvað er þreyttara? Stýrisvextir Það ekki, eru vel þreyttir Það er bara viðbjöður Já, því að þetta er líka alltaf það sama Fólk endurnýjast, það er alltaf ný og ný kynslóð einhverjum sem er verða 14 ára, 16 ára að prófa nýja hárstíla Þannig að það er tóltið bjánulegt að vera þreyttur á því hvernig einhver annar greiður á sér hárið þá þarf maður að finna sér eitthvað áhugamál sko. Átt þú til dæmis íbúð eða? Nei, ég á ekki neina íbúð Nei, það er nefnilega málið þegar ég ekki helviti fáir íbúð í dag Ég var að lesa einhverja könnur hvort það verið sko ég maður ekki, ég ætla ekki að vera að segja einhverja vilsu Þetta er mikið að sama fólkinu sem á allar íbúður sko Já, það er fakt það er svolítið Herru, Já, held ég hluti þannig félögum allur hlut Já, þú ertu rich ass motherfucker Já, svona 1,3 Milljón? Já, ok Hefur það fínt Gætir haft það betra Cannabis eða nikotínpúðar, hvor er þreyttara? Það er erfitt ef valið með það Já, ég ætla örugglega að segja nikotínpúðar Og það eru á göttunum
Já, ég bara aðalega hugsa sko hvernig maður tengir þetta við orðið þreytt og það er hvað þetta var, Lyft fyrst sem var síðan Velo og hvað á síðan að búa til marga nýja típur þetta er svona eins og bílafyrirtæki eða flugfélög í kringum, þú veist, einhvern tímann 1910-20 það eru svona, þetta er nýjasta nýtt, það eru 200 nýjar á markanum og þá eftir að sikta þetta niður í svona 3-4 stóra framleiðendur og allir hinni fara að vera gjaldþrota þannig að, þú veist það er til einhverja 300 tegundir held ég það er engin ástæði fyrir því Nei. Allt samið við björn Þetta er galið sko Herðu Ertu 420 líka læsið það? Ekki sem hluti af minni stefnu Nei en okay. Ef það lesið Lysander Spooner hann skrifaði ritið Vices are not crimes löstur er ekki glæpur að þú þarft aðra mannesku til þess að fremja glæp það sem þú gerir þér og þínum líkama að það ætti ekki að vera glæpur í eðli sínu Já, skilji Hörðu, hvað er þetta réttar að Þórdís Kolbrún og Bjarni Beina skipta sér að stríða út í heimi eða sprauta kontalgilin í hælinn á sér Mér er bara alveg sama annað tilvikið og ég held ég sé ekki einu sinni með á hreinu hver önnur manneskinn er þannig að segja að skipta sér að stríða út í heimi Já, það ekki Já Er það ekki verulega þreytt? Það eina sem að sér á Twitter til dæmis, eða X-inu, það er Þórdís Kolbrún að ég fordæmi dráp og konum og börnum bara, það gera það allir, sko. Já, ég hugsa þetta hlýtur að stoppa allt saman núna því að klerkastjórnin í Íran hefur örugglega séð tweetið hennar og hugsa, heyrðu, hvað voru við að pæla? Já, það er góða punktur. Ég bara skil ekki, af hverju svona Ísland lítið land, af hverju við erum ekki að hugsa frekar bara þjóðinu okkar. Af hverju við erum eitthvað að skipta okkur að einhvað sem er í gangi út á landi, hvort það sé stríð eða eitthvað annað. Hefur ekki frekar að hugsa hvað er best fyrir fólkið okkar eða? Svo getum við sagt í rökfræðinni að þarna ertu farin að nálgast eitthvað sem heitir false dichotomy. Ok. Þegar þú gefur mér 2 valmöguleika, við þurfum ekki einu sinni að segja eigum ekki bara frekar. Ég er bara til í að sleppa því að það sé einhver annarkvort í almenningi eða í stjórnvöldum að blanda mér inn í átök í útlöndum og ég þarf ekki að velja neitt annað í staðinn. Það má segja nei við þessu án þess að segja já við einhver öðru þú veist það er til 100 aðri möguleikar ég bara segja nei við þessu ekki fólk sem að hefur það mikið áhuga á þessu eða finnst þetta að skipta svo miklu máli mín vegna mega þau alveg senda þeim peningana sína og þau mega meira sér að fara þanga mín vegna og kaupa sér riffil og fara að berjast með hinum ef þau meina í alvörinu þessu er að segja en já ég þekki bara eina manneski sem hefur gert það og hann var vinur minn og ég ber 1000 sinnum meiri virðingu fyrir því heldur en að einhver annar sé að blanda mér inn í blóðugar aldagamlar deilur einhvers staðar í Evrópu eða botni Miðjarðarhafs og fela sig svo á meðan á Íslandi og þykjast vera að bjarga heiminum og baka tölvuskjá. Ekki spurning. Er þetta ekki bara svolítið keppning hver lítur út fyrir að vera besta manneskjan á internetinu? Ég myndi aldrei viðurkenna það. Nei. En það er alveg þannig svona lítur út fyrir að vera. Ég skil hvað þú ert að fara. Já. Þegar 3 karlmenn koma saman og ræða þá veitum við alveg hvað er að frétta. Sko. En þú segist ekki vera spenntur fyrir kóktelbúðum að partíum í útlöndum. Er þetta ekki kóktel að kalla það? Jú. Maður getur bara fengið sér þá heima á sér eða enga partí. Já. Maður þarf ekki að gera það með Angelu Merkel eða... Þarf ekki að sýna þig með einhverju öðru valdamiklu fólki? Nei, ég held að þetta sé líka mjög mikið verið að draga umræðina frá alvöru valdahlutverki forsetans af því að það er ákveðin hópur sem að vill ekki að forseti sínu starfi þannig að stærstu stjórnmálasamtökin fá í rauninni forsetavaldið bara afhent á silfurfati og vilja helst að hann sé bara upptekinn einhvers staðar í Hollywood að taka höndin á fólki. Akkurat. Sérstaklega einmitt ef hann er ekki einu svona á landinu að þá má forsætisráðherra og forseti Alþingis löglega fara með forsetavaldið. Þannig að meðan að það er alltaf verið að senda forsetan til útlanda að þá í rauninni er forsetaembættið komið yfir í hendurnar á öðrum aðilum sem er ekki lýðræðislega kjörnir. Já, akkurat. Það er verið að tala líka að sumir í framboðinu sé að misskilja hvað hlutverk forsetans sé. Hefur orðið var við það? Já, ég vil meina að það séu allir að því nema ég mögulega Eiríkur, Arnar og kannski Ástór sem að erum að tala að
það sem stendur í stjórnarskránni svo eru stjórnmálafræðingar sem að vilja meina að það þurfa að túlka þetta eins og biblíu og sumir kaflarnir gilda og aðrir ekki eins og þegar fólk túlka biblíuna ég veit ekki hvernig ákveða hvaða kafli gildi og hvað ekki get ég þá sagt að nei já, 3. kaflinn Alþingi, hann gildir ekki þannig að það engin lög á Íslandi af hverju það byggir allt á stjórnarskráni og öll embætti og stofnun á Íslandi eru byggðar út frá forsetaembættinu í stjórnarskráni finnst okkur það sniðugt, þetta þarf ekki að vera besta fyrirkomulagið en svona þetta og jafnvel þótt að fólk sé ósammála því þá einmitt vildi ég draga athygli að þessu að því að ég bara bjóð upp á sem sagt, að beita forsetaembættinu ekki af geðþótta og einungis setja reglur fyrir valdhafa til þess að takmarka þeirra völd það ekkert sem í rauninni núna í dag að koma í veg fyrir að það gæti einhver Trump komið og beitt þessu allt öðruvísi þannig að já, það kannski komið tími til að fara að skoða þetta í staðin fyrir að eins og einhver annar frambjóðandi sagði einu sinni að vera alltaf að kjósa einhver að lúða á Bessastæði Erum við, að því það eru margir sem svona, ég vil bara sjá einhverja breytingu á Íslandi að mér finnst búið að vera sama dót hérna bara í, 10-15 ári eða eitthvað mér finnst aldrei koma neina breytingar einhver forseti fyrir utan sjálfaði þá sem þú myndir sjá, það gæti eitthvað breyst á landinu spillingin getur verið minni Ég held að sá eini sem með skýrari afstöðu hvað valdsvið forsetans varðar nema gengur lengra en það sem ég er að bjóða upp á að það er Eiríkur út af því að hann er að bjóða fram möguleikan að hann skipi bara í ríkisráð af eigin geðþótta og ætla þá að gera það bara í samstarfi við sérfræðinga og fá bara fag aðila í ráðuneytin frekar en einhverja sem eru pólitískt tengdir á Alþingi þannig að jú, það meiri breyting en ég hef líka sagt að við erum með alveg svipaða túlkanir á stjórnarskránni við lesum það sem stendur í henni og erum ekki að túlka hann eitt frekar já, nema hvað að ég er með talsvert skýrari stefnu í þessu og það geta allir talaðir hringi og staðið fyrir land og þjóð og framtíðina og kærleik og við eigum að gera þetta saman og frið allt saman rosalega falleg orð og narratív sem allir eru sammála en þýða ekki neitt þegar maður segir já og hvað þýðir það þannig að þess vegna bjóð ég til 3 tiltölulega skýr stefnumál sem að byggja alltaf því að þið þurfi ekki að treysta því að ég taki réttar ákvarðanir þetta verður bara ykkar ákvörðun ég ætla bara að bjóða upp á möguleikan að þið geti tekið ákvörðun ef þið viljið og þetta er ekki háð mínu stjórnmálaskoðunum að því að mér er sama hvað stendur í frumvarpinu mér er sama hver mynda meiri hluta á Alþingi mér er sama hvernig alþingiskosningarnar fara bara að það sé samræmi milli þess sem að kjósendur vilja og það sem að gerast á Alþingi annars ætla ég ekki að vera að skipta með hlutunum Hvað ertu að fara að gera segjum mér svo að þú eru ekki kosin fórseti hvað ertu að fara að gera eftir kosningar Já, ég hef sagt það í fleiri viðtölum að sama hvort ég verið kosin eða ekki þá er ég að fara að vertíð í sumar Og þú eru að vertíð? Já Hvaliða? Nei, þetta er á landi í fiskvinnslu Já, En ég ætla svo sem ekki að fara nánar út í hvar og hvenar Það er bara vertíð Það er strangkvæðalegt Og hvort sem ég vinnið ekki þá held ég að fólk þurfa ekki að vita það fyrir en maður bara kemur aftur tilbaka En eru við samt ekki eftir kosningarnar eru við ekki bara að fara þrír saman og bíla þetta drifta og hvað liftu krús og Já, ef mér er bóðið þá kem ég örugglega með Ertu bílakallið það? Nei, ekkert sérstaklega Ég þoli ekki bíla Ég hata bíla Já, ég veit eiginlega ekkert um bíla en ég elska samt bílið minn Ég var spurður út í það einhver sem vildi fiska eftir ég svaraði bara nei í mörgum spurningunum hefur mikið náhuga á bílum? Nei ég held að fólk viti alveg hvað ég tala getum allar bent á þegar maður opnar húndið hvað eða hvernig það virkar saman en hann kom í hringin og yfir fjallvegi á Vestfjarðakjálkanum þannig að Ertu svo ekki Jimny eða? Nei, þetta er Chevy Þetta er Chevy Sælir Já, tók maður Chevy to the levy yes En þetta er samt svona Aveo Svona ljósgrá, blár og pingu lítill Félag minn segir að það er svo gaman við bílið þína hann er jafn hár og hann er breiður og hann er langur Já, það er bara metri sinni metir eða?
Nei, þú veist, ég held að segja íkja. Já. En þú veist, hann hefur gagnast í allt sem að ég hef þurft hann í. Já. Og Þarf maður ekki bara að kunna að fylla á bensín og rúðupiss og maður er góður, eða? svo stundum þarf ekki þessinni rúðupiss, það er komið sumar, þannig ég held að vatn í staðinn. Já, Við fórum með brúsa á sér eða eitthvað sko. það er alveg. Eina sem skiptir máli er að bíllinn sé sjálfskiptur. Já, mín er beinskiptur. Það er ekki gott Minn reyndar líka, sko. Það er bara ekki gott. Það er svo gaman. Ég kann ekki að beinskipta. Já, Það er mjög svo góða afsökun fyrir að nota ekki stefnuljós. Já, það er svoleiðis, já. Já, þarf maður ekki að nota stefnunljós á beinskiptum. Jú, þú átt að gera það. Maður er bara skipt gýr með það. Herru, ég er með liðin alltaf að kynast þér aðeins betur. Skiptum gír og tala í síman og Ég segi tegja sig í alltaf kaffibóllanum saman tíma. Ég get ekki verið að gefa stefnuljós. Með beinskiptan allt saman. Við vorum að tala um það um daginn. Já, það var að pulla einni. Það er hættulegt að vera á beinskiptum þá getur ekki verið að tala í síman með eina pullu, með veipið þá er þetta bara hættulegt sko. Nú verður það á sjálfskiptum. Já, það er góð punktur. Herru, hvað er uppáhalds bíómyndin? Hingað til hef ég alltaf sagt The Good, the Bad and the Ugly en svo mögulega því að þetta er svo töff þáttur að það ætla ég að segja Showgirls. Showgirls? Já. Hvað, einhver styrir bara þáttur eða? Já, bara því að ég fór á hann í Bíó Paradís daginn, partysýningu. Það er svoleiðis. Þarf maður að tjekka henni það? Þetta er, hún er ef þið horfið upp á satriðið það er mjög high octane og það hægist ekki á myndinni. Það er svoleiðis. Já, ok. Þetta er bara, ekki Paul Verhoeven eitthvað, sami gaur og leikstýri Robocop. Já, ok, gömlu góðu. Já. Jú, þetta er Paul Verhoeven. Þessi mynd er rugl, hún fekk hræðilega dóma, en þú veist, já, það er þetta svo Pæranas? Þetta er bara, þetta er æðisleg mynd. Okay. Þetta er kona sem er að reyna að meika það sem dansari. Já, hún er kolklikkuð, sko. Já, í Las Vegas. Já, ég var að sína vinum mínum þetta, hvað hefur ég gerð í dag? Það er eitthvað í bíó. Já, Bíó Paradís, það er eitthvað sem heitir Showgirls. Og ég bara, já, förum. Hvað er það? Hefur ekki séð hana? Nei, ég ætla ekki að segja neitt. Kaupum við það, löpum núna. Ég farið einu sinni í Bíó Paradís og það strækaði mig svolítið eins og að labba þarna inn að hasshausar myndi fá svona 50% afslátt. Þetta er svona öðru sér stemning heldur hann að fara, þú veist, í Smáralind eða eitthvað svoleið, sko. Já, vá. Nei, ég hugsa strax bara, þú er ennþá tilfinningur fyrir því að maður fá 50% afslátt einhvers staðar í Íslandi. Já. Ég held að þau segir, nei, ef við efna að kaupa hass, þá er efna að kaupa hluti hér. Já, þetta er góð punktur. Áttu ykkur uppáhalds þætti? Ætli þessi ekki South Park, fyrst þið voru að tala um það. Já. Svona allra tíma. En hefur séð að Count á Monte Cristo? 2002 með Jim Caviezel svo ammæli saman dag og ég, 2017. september. Nei, er ekki. Nei, 8 inni. Hún er glæsileg. Ég voru að tjekka á henni, hún er mjög góð. Já, ég skrifa þetta hjá mér áttir. Það ekki. Erfiðast sem þú hefur gengið í gegnum? Þúfurnar í Selárdal. Já, byrju, þúfurnar. Nei, bara, hafið verið út í móa og þurft að labba í gegnum þúfur. Já. Ég ætti að tala um bara út að inn og ferja niður í jörðina og það er erfitt og hólar og svona það. Já, það er ég gengi í gegnum. Það er enda mjög erfitt, sko. Það fer alveg með hælinn á manni. Sérstaklega þegar kemur sko lækur á 50 metra fresti. Já. Það er alltaf að labba svona alveg mannshæð niður og klifur upp hinum megin. Já, og þetta er búið. Kemur annar lækur, þúfurinn á milli. Það er mjög erfitt að ganga í gegnum. Þetta kallast þarsbyrður í kálfa. Það er þetta góða punktur, sko. Svo með litla lappir og þetta allt saman, sko. Þetta er ekki, ertu náttúrubarn eða? Ertu mikið í náttúrunni eða? Já, svona bæði og. Þið ekki bara heim í dölunni? Já, ég hef labbað upp á fullt af fjöllum. Já, ok. Það var þetta náttúrubarn. Já, farið að veiða á eitthvað, en þú þarf bara að labba upp á 2 fjöll. Ég hef líka verið út í skógi í rigningu og bara, hvað verið til að vera heima. Já. Og í tjaldið mitt er blautt. Já. Hvað eru að gera þetta? Þykjast vera heimilislaus. Ferðu til dæmis, sko, ferðu í útilegur á sumrin? Ferðu á einhverja útihátíðir eða þjóðhátíð eða einhver svoleiðis? Það er ekkert skipulagt. Nei, en hefurðu gert það? Þú veist? Já, ég færið á þjóðhátíð, 2 svar kannski. Já. Og svo, þegar maður var í skóla og eitthvað, þá voru stundum svona viðburðir skipulaðir af öðrum. Já. Og maður mætir alltaf á þá. En ég hef ekkert mikið farið einn að tjálta eitthvað svona skipulagt yfir sumarið. Þú voru ekkert verið að rotaður á dönsku dögum eins og ég. Bara fyrsta kvöld rotaður. Já, fengið eitt gúm morinn. Já. Átti það skilið? Já, ég held að mér að tekist bara að rota sjálf á mig. Já. Það varst alveg pöttu fullur hann í eigum með það. Ég held að þetta sé fyrstu sinn á ævinni sem ég vaknaði og leit
út úr tjaldinu og hugsaði, hvar er ég? Já. Ég held sér eina skiptið á ævinni sem ég vaknaði og verið svona býtu. Ég man ekki eftir að komast hingað. Nei, það er bara svona 90% af fólki annað sem að lendi í sig þegar að vakna, sko. Ég vaknaði einu svona á togara á þjóðinni. Já, varstu Shanghaiðar? Veit það ekki, ég var bara togara í fiskikari, skeit á mig. Já, var hann í landi? Já. Já, ok. Já, það er rosalegt, það vakna bara einhvers staðar. Já, kallast það Shanghai? Já, Shanghai. Það vakna bara í bát einhvers staðar. Já. Já, ok, ég aldrei heilt það. Finna einhvern sem er í góðu skapi og fullur og því vantar menn á bátinn. Já, ok. Þá platar á, svo vakna þetta einn eftir, kom niður 100 mílur frá ströndu. Já, það þú voru að vinna. Já, þú voru að vinna, sko. Það er rosalegt. Þinn stærsti ótti? Ég kom dálítið í veg fyrir það. Já. Ég hugsaði sko að vera bensilaus í Ísafjarðardjúpinu. En síðan held ég að það moment sem ég verið hvað hrættastur síðastlið mánuð er á fjallleginu milli Þingeyri og Bíldudalur. Já. Og vera að keyra aðeins og hratt. Þannig að ég var á kannski 40 en ég hefði átt að vera á 20. Já. Og svo er stór hóla á veginum og það er möl og ég er svona, oh shit, ég ætla ekki að sveigja til hliðar, ég get valla bremsað bara ok, Jesus take the wheel og bara boink og ég held ég hef brotið dekki undan bílnum eða sprengta en hann lifið af gamli kagginn maður hann leynir á sér já, ný dekk og pumpiðu þitt mesta afrek ætlaði sé ekki síðastliðinu 4 mánuðir bara allt sem hefur í gangi í kringum já, veistu, það er ekki einu sinni eitt afrek þetta er allt í einu, þetta er farið að vera svona afrek ofan afrek þú veist og þarna en hvernig finnst þér að vera eins og bara í þú veist, bara allt í einu ógeðslega mikið í sviðsljósinu sko ég svo sem meðtók það ekkert mikið út af því að veist, þegar áður en ég skilaði undirskriftunum fyrst að það var líka enn nóttin þar sem maður hefði ekkert sofið allt of mikið en maður var ekkert svona að hugsa maður bara svona labba niður til hittafélaga minn fara yfir, eru örugglega með allt og svo löpum við inn í hörpuna og hann stoppar í andirinu og segja jæja, ég fylgi þér hingað en ég get ekki farið lengra og ég bara, hvað mennur, hvað er bara? Nei, þú bara ferð að inn séð þau kemur aftur út og ég bara, hvað er hann að tala og labba svo í gegnum hliðið og þá bara myndavélar, ljós og ég bara, já, þú meinar ég var bara ekkert búin að kveikja perunni ég bara, ég ætla bara að skila pappírunum mínum og fara svo og svo gerði ég það líka dálítið mikið þannig að, svo gæti ég díla við þetta aðlega gegnum síma þú veist, fór hún á kosningastofuna þú veist, náði að leggja með eitthvað og þarna jú, það er tilbreyting að labba í gegnum bæinn og það er svona hei nafnum hans kallað ert þetta þú? Wow, fæ ég mynd og segir maður bara sjálfsögðu og segir, ég er ekki með fjölmiðlafulltrúa þú bara deilir myndinni og svo bara heldur maður áfram Var eitthvað svona óþægilt moment sem þú manst eftir í gegnum þetta allt svona eitthvað í fjölmiðlum eða sko, maður er náttúrulega búin að vera í 4 mánaða æfingu áður en að kemur að þessu þannig að maður getur ekki farið í gegnum þetta ferli ef maður er hörundsár og jafnvel þótt að mókist sko fyrstu vikuna 2-3 ár að þegar maður er komin að þannig punkt að ég sagði í einu viðtalinu að þú veist maður er bara komið sig yfir allan líkamann það skiptir einhver máli hvað fólk segir það kemur ekkert veg fyrir að ég segi gera þetta aftur á morgun ég er að fara að halda áfram að samla undirskriftum leið og ég er hættur að tala við þig þú veist hvað heldur ég sé að fara að henda pappírnum mínum í sjóin bara þú gafst mér álit maður bara, ok, takk fyrir veist, ég er ekkert að gera þessar upplýsingar hendið þeim brútum í hitteirað, labbar áfram og heldur áfram en hafa margir ég er á klukkunni, ég hef ekki tíma í að pæla hvað þessi aðili var að segja en hefur þið lent í eitthvað svona bara mjög dónalögu manneskjum eða er allir frekar líklega já, það er 2 sinnum sem að það var út á landi þar sem að einhver sagði að maður ætti bara að henda þessum pappír í sjóin og svo var annar sem einmitt sko efaðast að maður væri að nota hausinn og gaf skina að maður væri ruglaður svo held ég að aðlega í Reykjavík þá hefur maður 2 sinnum verið að hóta barsmíðum já, þú veist segir maður bara afsakja ónæðið
takk fyrir áhærnina og heldur áfram. Var það út af einhverju sérstöku? Bara... Já, einir af þeim voru sko einn allavega örugglega komin vel í glas og sagði hvaða skoðun hefur á og nefndi svo ákveðna stéttafólki og ég með mína hlutlýsistefnu hvað varðar allt nema valdsvið forsetans og mér finnst ekki að hann eigi að vera að tala fyrir ákveðnum hópum út af því að þá hugsa ég, ef hann getur talað fyrir hönd einhvers, þá getur hann alltaf talað gegn þeim og mér finnst það mun hættulegri sko vingill að þessi mögulega ekki því að forsetin sé gegn ákveðnum hóp. Þannig ef hann, mér finnst mikilvægur að hann sé ekki með á mótin einum, þannig ég sagði, ég hef ekkert sérstakar skoðun á X hóp sem ég meina það er hægt að skilja ákveðin hátt að maður sé að tala niður til einhvers að það sé svo ómerkilegt að ég hafi ekki eins og skoðun á því en það sem ég meinti var að maður hafi ekki neina formlega afstöðu sem hlutlýsistefnu. Ég held þetta hafi bara verið miskilningur og einhver sem að örugglega fannst gaman að vera dálítið ógnandi og allir félagarnir svona, nei, skilur ekki nú bara erfitt og eitthvað, ég bara, allt í góðu, ég bara held áfram, bara takk fyrir áhrifnina og bara afsakja mig aftur, og svo bara reynum að koma sér út í því og finna einhverja sem eru, hafa meiri áhuga. Ertu mjög auðmjúkur maður? Ef ég væri það, þá er ekki mitt að segja. Nei. Og stræka með þannig allavega, bara kurteis, góð maður. En mér langar að spyrja það, Steinólfur var að viðurkenna að fylgisfólk Katrínar hafi reynt að vera að fá hana til að stíga út til hliðar. Var ekki Baldur líka og... Já, ég var bara að lesa sem er hlut og þú. Já, það var ekki heilt svona innan sko allir fórsætti frambjóðundur, herðu Katrín var hérna, einhver svolis. Nei, eins og segi, ég bara þá heyrt og lesið sem hlut og þú, ég veit ekkert meir um það. Nei. Það var enginn haft samband við mig og beðið mig að stiga til hliðar. Nei. Og ég hugsa svona strategíst að það væri alltaf skrítið að biðja þau að stiga til hliðar út af því að ég held að það sem væri að halda Katrínu á floti er hvað önnur atkvæði er að deilast yfir á marga. Já, akkurat. Því að ef hún er með sitt skotallafylgi, ég held hún eigi ekkert inni neitt mikið fleiri atkvæði en þar hjá neinum öðrum. Nei. Akkurat. Þessi næst verstu möguleiki kosningar sem að virðist vera allt frá því að var að safna undirskriftum þá komst ég að því að það er ein manneskja sem er að fara að ráða úrslitum og það er annarkvort sú manneskja eða sá sem allir saminast að kjósa til þess að fá ekki þá manneskju. Akkurat. En hvernig er eins og venjulegu dagur hjá þau núna? Hvernig er rútínan og allt þetta? Síðastliðin mánuður hefur bara ekkert verið venjulegur. Nei. Og það er engin rútína í þessu. Fæ boðum að mæta eitthvert eða senda einhverjum skilaboð eða taka upp vídeo. Þannig ég krassaði niður á to-do-lista minn og svo kíki ég bara á kvöldin, hvað er að fara að gerast á morgun og reyni að planta því svona inn í svona dagskráni í heilanum, þannig ég þurfi ekki alltaf að vera að kíkja á blaðið, ég veit að ég er að fara þangað, svo þangað. Já. Hvað ætlum við að fara að gera seinni í dag? Núna er ég ekki að gera neitt mikið meira í dag heldur en þetta. Það eru kappræður á stöð 2 á eftir sem að mér er aftur ekki búið í, þannig ég ætla að gera það sama á síðast og svara spurningunum sjálfur og birta það bara á mínum fjölmiðlum. Þannig að ef að fólk vil heyra hvað ég hefði sagt við spurningunum í staðin fyrir að hlusta á 6 drefleiðilega mannesku tala í hringi eða stela stefnumálunum mínum aftur, þá get ég bara fengið að bara beint úr kunni. Og það var, held ég, voru kappræður var það í fyrradag sem að Heimildin var með á sama tíma og við útlagarnir 6 eða 5 voru með borgarafund á móti. Ég á eftir að fara yfir þann þátt, þannig ég ætla að svara því í beinni með 2 daga laggi mögulega. Þannig að ég er að sjá þetta allt í fyrsta sinn en ég bara hafði ekki tíma til að gera það þá. Og svo á ég eftir að ég er með svona búin að hripa niður hugmyndir af einhverju svona TikTok-type hlutum, svona að reyna að segja einhverja hluti í mjög stuttu máli og
maður er ennþá það feimin við sko þessa myndavél. Já. Ég er orðinn dálítið vanur þessum, en það að þurfa sjálfur að ít og play og bara svona, er ég einhver fucking TikTok-stefn og í hvað ég þóla þetta ekki. En ég er að reyna að pína mig í gegnum það, en það er búið að vera á to-do-listanum alveg allt og lengi núna. En bara til þess að sé, komið á blað, út í kosmosinn, þannig að jafnvel eftir sko hálft ár, þá getur einhver, og við vitum öll að það er að fara að vera skandalar þannig að eftir 8 mánuði þá getur einhver ennþá fundið þetta á síðunni og bara hei, af hverju kussum við ekki hana gaur? Bara af hverju? Nákvæmlega. En ertu með skotvopnaréttindi? Já, þetta er ekki B-réttindi. B-réttindi. Ertu a shooter? Við þurfum að skrifa það. Hvað, ertu bara búin að vera í veiði mörg ára eða hvað af hverju fyrst þér skotvopn? Nei, ég tók það fyrir 2-3 árum. Já, það er rosalegt. Er þetta ekki þannig að ef ég myndi fá með skotvopnaleyfi þá var þetta út að ég var lagður í einelti í æsku og ég myndi svona fara revenge mode. Var þetta ekki þannig að? Já, sko. Það er ekkert mikill aðgangur að góðum skotvopnum fyrir það á Íslandi. Þú ert ekki á Telegram? Já, ég hef ekki séð þarna. Nei, ég get að það er í grúpu. Er það að fá einhverjar 9mm hálsælurkar? Já, það er allt á Telegram í dag. Já, ég meina, þá þarf það ekki réttindin, skilja. Nei, þá þarf það nefnilega ekki réttindin, sko. Já. Herðu, hvernig er, hvað finnst þér eins og innflytjendur á Íslandi, þú veist, ólöglegir, er mikið að þeim, eða hver er þín skoðun á því? Ég er ekki með neina formlega afstöðu til þeirra mála og ég held að það sé eitthvað sem að Alþingi ætti fyrst og fremst að tala ekki forsetinu að skipta sér að þeir segja mjög að hættumerki þegar að forsetar eru bara að tala fyrir ákveðnum málefnum, ákveðnum hópum, skipta sér að því hvað alþingismennir er að gera á alþinginu sjálfu. Frekar þá bara að setja ramma í kringu þau þannig að vera vissum að þau sé að gera hlutina sem þau eiga að vera að gera. Akkurat, skilðig. En ég sagði það mitt á fundinu daginn ef við byrjum saman. Hvað gera? Ég ætla bara að segja, ef ég virka mögulega tanar en þið, þá var það mitt út af því að ég er afkomandi flóttamanns. Já, ok. Og ég hugsa að því að við örgulega borða brauð sem hann bakaði í gamla daga og örgulega sé bíómyndir í bíósölun sem að ég var með þegar hann skúraði í gamla daga. Já, ok. Þannig að já, ef menn er að tala innflytjendamál, ég veit ekki hvort það sé einhver annar frambjóðandi sem er afkomandi innflytjenda, hvað þá flóttamanns. Hvernig verður helgin, þú veist, þegar það er allir að fara að kjósa, verður þú fyrir utan með hæsísvala, muffins, hvernig virkar þetta? Verður bara heima hjá þér að chilla eða verður eitthvað svona kosningapartí sem verður svona live frá Stöð 2 eða RÚV eða eitthvað? Sko, maður má ekki vera að hanga fyrir utan út af því að það má ekki vera með áróður á kjörstað. Ok. En meira segja að þeir hringdi í mig daginn og báðum að fá að vita hvenar ég myndi mæta kjósa og ekki það að það veri bannað fyrir mig, heldur bara að þau geta lent í vesinni ef það kemur eitthvað upp á meðan. Þannig bara til þess geta, það sé ekki fjölmiðlar að ráðast inn á svæðið eitthvað. Eða eitthvað, hann sagði bara, þetta er þjónusta fyrir þig. Láttu okkur bara vita þannig við getum verið á svæðinu út af því að við getum lent í vesinni ef það kemur eitthvað upp á. Ég hugsaði, ég ætla ekki að vera á því og síðan fattaði ég, auðvitað, ég er forsetaframbjóðandi og gleyma því aftur. Ég er hagsmunaaðili í þessu máli. Það er bara, ok, ég skal gefa ykkur heads up á það nýmæti. Akkurat. En ég er ekkit sérstaklega búin að ákveða hvað maður gerir. Nei. En það eru rosa mikið af fjölmiðlum sem er að reyna að ná því upp úr mér. Ég hef sagt við þau, ég veit nú ekki hvort að ykkur sé boðið. Okkur ég er búin að gera einn skoðanakönnun og það virðist bara engin vilji vera fyrir því að það séu fjölmiðlar í kosningapartíinu mínu. En alltaf, það er dálítið ljótt af mér því að fólkið sem er að sjá þessa hluti er ekkert sama fólk og er að taka hinnar ákvarðanir. Þannig að ég tók það smá tilbaka og baði afsökunar og segist alltaf að láta ég vita þegar það verður ákveðið. Það er mjög gott, sko. Ég var að veltaði fyrir mér að í gamla daga þá fór ég og vinirnir alltaf allir óflokksbundnir eða skráðir í mögulega alla flokkana og fórum á kosningavökunni, aðalega fyrir alþingiskosningar að reyna að fara í öll partíin
og eftir því sem eru fleiri flokkar þá þarf maður sko að vera á klukkunni og ok, heyrðu, það er hálftímið þangað við þurfum komið þangað og þá erum við að reikna með lappinu á milli en við getum bara að stoppa hér í korter og þræða allar kosningavökunar. Það var einhver sem stakk upp á því að okkur hefur kosningavökuna þína ekki bara líka með óhefbundnari móti og heldur skrúðgöngu og röltir á allar hína kosningavökunar og heilsa upp á og óskar góðs gengis og svo sagði félagi minn að það gæti verið illa séð það gæti meiri þess að verið svona bara svona hei, þú ert ekki velkomin hér en síðan var ég í partíu daginn og allan að Felix og Baldur er bara, já, saman hvernig tölunar eru, þú ert guðvelkomin til okkar og ég held að Ásdís hafi sagt svipað þannig að ef ég ger eitthvað þannig þá held ég að ég þurfa að hafa samband við alla fyrst sko, og sérstaklega ef þetta er, þú veist, í almenningi að það getur hver sem er bæst í þessa skrúðgöngu gamla dag voru þetta bara við svona 6-7 talsins en það er kannski ábyrgar af mig núna ef maður er orðinn landsþekktur að þú veist, kom ekki allt í einu, þú veist hópur á 1000 úlingum og eftir manni Er kosningavakan bara eitt stórt partí, þannig séð? Kosningavakan er í framtíðinni Já þú veist það ekki Já, veist það ekki Maður veit Nei, en svona yfirleitt Já, ég hef aldrei haldið forseta kosningavöku á þér og eins og því, við hefum aðalega gert þetta fyrir alþingiskosningar og jú, þær eru dálítið mikið partí og síðan er það leiðilega er að maður getur dottið í rosalega flott partí sem er með lélegri stemningu svo greið miðflokkurinn síðast það var svo léleg stemning þar en við hugsaum, þetta væri geggja partí hefði en gengið vel, alveg óháð því hvað okkur finnst sko þeirra skoðan er ekki þú veist, þeir voru með flottustu nælurnar við fengum geggjað nælur og við höfum bara svona, þú veist maður bara sá hvað það gæti verið góð stemning hérna ef það væri góð stemning hérna en er í fórstæðarframbjóðundur ekkert að gera kjósi mig, það er frýr bjóri hérna, frýjar tertur, eitt slaga gonna, kjósi mig eins og alþingiskostningar er ekkert svolítið í gangi það? Ég er ekki með þannig og ég held að það sem að sumir er að gera er það er aðeins svona undir förulla að það er að keyra fólk á kjörstað ég held að ég sé að bjóða skull bara skullarar, Facebook Rúti í skottinu það var einhver sem ringdi mig og svona já, herru, ert þú að bjóða fara á kjörstað bara eftir hverju til fiska já, sem er frambjóðandir að þessu ég bara, ok, það komast 4 manneskjur í bíli minn eða tróða sér en annars held ég verði ekkert mikið á ferðinni Hvað er þá bara að skópla mönnum úr eftirpartíum og fá allir að kjósa? Ný, ég held að þetta sé meira fyrir þá aldraða og þeir sem er ekki á bíl og kannski nenni ekki verið að taka stræt þeir sem geta ekki labba 800 metra og þess að setjast á bekk þá skóplar þeim öllum upp í rútu femið á kjörstað og eldri borgar og svona þetta er bara svona aðferð til þess að vera með áróður og kjörstað án þess að vera með áróður og kjörstað Akkurat Herru, ég með nokkra kortmyndur frekar fyrir þig Hvernig leggst það í þig? Frekar Já Herru, kortmyndur frekar fara á kynlífsklúbb eða reykja Jónu Jónu Já, það er Jónan Jónu kall Já Hvort myndur frekar verið tekinn sem burðardýr eða búið á götunni í 1 ár? Gatan í 1 ár Gatan í 1 ár Götustrákur Já Hvort myndir frekar vakna klukkan 6 alla daga og fara í spinning eða byrja að microdósa sveppi? Microdósa Já Spinning ekkert að heilla Sko, þetta var svo mikil skuldbinding að gera þetta á hverjum degi klukkan 6 það sem eftir er hittir eitthvað sem að þannig sé hefur ekkert mikil áhrif og þú segir ekkert hversu oft Nei bara nokkur sinnum Já, ég get alveg gert það nokkur sinnum Spilin tekin Staðið fyrir það að þurfa að vakna klukkan 6 á hverjum mótni Ég er sammálaður sko, ég myndi fara beint í svefna Hvort myndir frekar fara í sleik við Ástór Magnússon einu sinni eða chilla með Katrín Jakobsdóttir í 1 ár á hverjum 365 daga og bara 24/7 með Kötu Jak Bara chillin Saman í Bíóparadís Já, ég er ekkert að þroskaður Katrínu Chilla með Katrínu Já Ég held að hún myndi hatta það meira en ég nefnilega Já, það er svoleiðis Þú var ekki til í slallan við Ástór
sko, hún nennir ekkert að hanga með mér að tala um mig til að byrja með. Nei. Ég líti á þetta, sko, veist, ég er ekki fastur í þessu herbergi með þér, þú ert fastur með Já, mér. Já, það er Þú myndir gera hana trillta. Já, ég meina, þú veist, það trufla mig ekkert. Nei, Nei. nákvæmlega. Herðu, Viktor, við óskuðu góðs gengis helgina. Takk kærlega fyrir að koma til okkar. Já, bara takk fyrir að bjóða mér. Já, geða þetta að fá þig. Eins og ég segi, eini mannlega manneskjan í forsetaframboði. Já, Það er bara svoleiðis. það er svolítið. Bara Viktor gangið Trausta. þið vel. X við Viktor Trausta, maður veit ekki. Þetta kemur allt í ljós á kjörstað þegar blaðið er fyrir fram að mig. Yes, sir. Takk fyrir okkur. Takk hérlega.